kvöldið. Tími líður voru hratt í kvöld og eitt enn og svo flýgur maður burt aftur. Þar til næst. Við höfum tekist á nokkrum stórum spurningum. Fyrst voru að spyrja, er Guð til? Og ég benti á að það eru margir sem vil ekki eins og íhuga hvort Guð sé til, en Guð bendir á og segir að hann þekkir framtíðina og þegar við lítum á spádómana það sjáum við að hann veit í smáatriðum aldir fram í tíman hvað muni gerast. Og hann bendir á náttúruna og segir, skoðið, sjáið norðurljósins, lítið á blómin, fuglana, sjáið hvað náttúruna er fjölbreytt og listræn og allt fylgir sína lögmálum og Guð segir, mennirnir eru þess vegna án afsökunar. Síðan kom spurningin, en hvers konar Guð er það? Er hann reiður og hefnigjarn eða er hann miskunnsamur, kærleiksríkur og góður, umburðarlyndur? Og við séð að þegar við skoðum í ritninguna, það kemur í ljós að Guð er ákaflega þolinmóður, gæskuríkur og vill ekkert meir en að líf okkar sé fullt af hamingju, gleði og að við mættum öll smakka eilíft líf. En sumir segja, en hann er drottnunargjarn. Hann þrýstur okkur niður sem krjúpa á kné og tilbiðja hann og vill bara ráða yfir okkur. Hvers vegna að tilbiðja Guð? Það er spurningi sem ég langar að velta fyrir okkur í kvöld. Hvað máli skiptir það? Hvernig við tilbiðjum Guð? Svo skal lúta höfði og byrja með bæn. Dráttur Guð, við komum hér aftur í kvöld til þess að íhuga orð þitt. Og við biðjum að þú verðir nálægur, gefur okkur meiri skilning, og við mættum þekkja hvaða máli það skiptir og hvers vegna það er gott að tilbiðja þig. Svo vertu hér í kvöld. Í Jesú nafni. Amen. Ég man eftir því þegar ég var krakki, kom fyrst til Vestmannaeyja, 6 ára gutti, og árin eftir það, ég var í barnaskóla Adventist í Vestmannum, það var ekki alltaf litið vel á mann, af því ég var ekki í barnaskóla Vestmannaeyja. Og það var stundum því ég var að labba heim að aðri krakkar myndi ganga eftir og syngja Adventistar út allt, mála á sig rauðan kjaft. Það var ekkert auðvelt, en á heimili mínu var það talið þýðingarmikið að tilbeiðsla á Guði var í hávegum höfð. Síðan fluttum við til Akureyrar og ég sótti barnaskóla Akureyrar. Það var skóli 6 daga vikunar og laugardögum fram að hádegi og ég missti þar úr. Allir vissu af hverju og ég var í sömu skólastofunum með Gylfa í 4., 5. og 6. bekk og það voru 2 drengir skólabræður mínir sem lögðu mig einelti af því ég var öðruvísi. Börðu mig, skólastofuna þá sátu fyrir aftan mig og börðu svona axlurnar á mér og þegar ég var að labba heim þá gengur oft og eftir mér. Það er ekkert auðvelt að vera öðruvísi og hér á Íslandi þá er það svo að við viljum allir séu eins. Við tölum við sem sjálfstæð þjóð en samt eigum við erfitt með að leyfa fólki að hugsa sjálfstætt, að lifa sjálfstætt og að tilbiðja Guð. Og í kvöld, ef til vill, er ég að skora á ykkur að vera tilbúin að tilbiðja Guð eins og þið eru sannfærð að þið eigið að gera, að leita að Guði. Það er athyglisvert að þegar við skoðum söguna hér á Íslandi hafa ýmsir lúterskir prestar verið sannfærðir þjóðkirkjuprestar sannfærðir að 7. dagurinn væri drottins dagur til að tilbiðja á. Séra Lárus Halldórsson, Hólum í Reyðarfirði, íslensku prestur sem hélt hvíldardaginn, ég held að vera í kringum 1893 sem hann byrjar að meðtaka og halda hvíldardaginn. Það var bóndi í Bandaríkjunum, Einar Magnússon og kona hans. Þau voru sannfærð hvíldardaginn og þau seldu búkar sinn, seldu skepnunar, fluttu heim og tóku skip og það hitti svo á að þau voru borð í skipi á sama tíma og prestur var að ferðast til Íslands að kynna Íslendingum fyrir hvíldardaginn. Aðrir prestar, séra Bjarni Jónsson, vígslubiskup, það verið sem hann hafi verið sannfærð hvíldardaginn. Séra Jón Kári Ísfeld, prestur í Bíldudal, hann hætti prestsþjónustu tíma því hann vildi vera trúr orði Guðs. Svo er Sigurður Jónsson, prestur á Lund í Lundareykjadal.
Hann sagði við unga stúlku Sigríði Guðmundsdóttur, þegar hún spurði hann út í Biblíuna og af hverju boðurinn var öðruvísi í Biblíunni heldur en í lestextanum, þá sagði hann við hana, Sigríður, þegar þú eldist, þá munt þú kynnast fólki sem tilbyðu Guð á 7. degi. Þeir hafa rétt fyrir sér, gerðu eins og þeir. Hann sagði, séra Sigurður Jónsson sagði Sigríði frá því að það hefði verið prestastefna í hans umdæmi. Það sem að prestarnir komu saman, þjóðkirkjuprestarnir, ræddu hvíldardaginn og greiddu síðan atkvæði. Hvort þeir sem umdæmi ættu að tilbyða Guð á Guðs biblíulega degi hvíldardeginum eða halda áfram með þeirra hefðir á sunnudögum. Og atkvæðagreiðslan féll til sunnudags með einu atkvæði. Þorsteinn Brím, séra Þorsteinn Brím á Akranesi, vann aldrei preststörf á hvíldardögum. Síðar á kirkjuþingi í Dómkirkjunni þá lagði séra Sverrir Júlíusson, prestur á Borg í Mýrum, til ályktun að það væri ólíðandi að sumir Íslendingar myndu tilbiðja Guð á laugardegi. Hann sagði, við þurfum að stoppa þetta, og séra Þorsteinn Brím stóð upp og sagði, 7. dagurinn er réttur hvíldardagur og þjóðkirkjan ætti að kenna það og halda þann helgan. Og það virðist sem séra Valdimar Brím, prestur í Núpi í Dýrafirði, hafði mikla samúð með því sama. Mikið vildi ég að prestar kirkjunnar í dag myndu taka orð Guðs eins og það er sagt. Mikið vildi ég að þeir myndu kenna það sem Guð segir í staðan fyrir að leika sér að því sem þeir hafi ekki rétt á að breyta. Það er engin spurning hvað Biblían kennir tilbeiðslu. Halldór Laxness, Nóbelsskáldið okkar, hann ritaði í Daglega fjallum blaðsíðu 229 að ef þú á annað borð vilt fylgja Biblíunni, þá þarftu að tilbiðja á laugardegi. En spurningin er, til hvers viljum við fylgja Biblíunni? Kaþólsk kirkja er fús að benda á að ef við viljum fylgja Biblíunni, að þá er aðeins einn dagur til tilbeiðslu. Og þeir segja við höfum breytt í. Það er athyglisvert að í messu í Hallgrímskirkju 4. apríl 1992 á barnakóramóti, þá var það þáverandi biskup Íslands, séra Ólafur Skúlason, hann hafði heyrt spurningu hvíldardaginn og akkur á sunnudögum og hann sagði opinberlega, í Biblíunni stendur að 7. dagurinn, laugardagur, er hvíldardagur Drottins til að minnast sköpunarverks Drottins. En við höldum sunnudaginn vegna upprisu Jesú Krists. Hvað segir í Biblíunni að það eigi að breyta þessu? Hvað segir Biblían að við að tilbiðja Guð vegna upprisu hans en ekki vegna þess að hann setti hvíldardaginn? Og hvaða máli skiptir það? Hvers vegna ætti ég að líða einelti sem krakki ef ég þarf þess ekki? Hvers vegna ættu fullorðið fólk á Íslandi, Íslendingar, að líða óþægindi fyrir að vilja kjósa að fylgja Guðs orði ef það skiptir ekki máli? Svo spurningin er ákaflega þýðingarmikil, hvers vegna? Hvaða máli skiptir það? Má ég ekki bara tilbiðja Guð eins og ég vil? Mér langar að svara þeirri spurningu í dag. Mér langar að byrja á að fara í 1. Mósebók, 2. kaflan og líta aðeins á grundvöll og rót hvíldardagsins. 1. Mósebók, 2. kaflinn og lítum á 2. og 3. vers. Guð lauk á henni 7. degi verki sínu hann hafði gjört, hvíldist den 7. dag á öllu verki sínu hann hafði gjört, og Guð blessaði den 7. dag, helgaði hann, því að á honum hvíldist Guð á verkum sínum sem hann hafði skapað og gjört. Guð helgaði þennan dag, lagði hann til hliðar, blessaði hann, og hann sjálfur hvíldist af verkum sínum, ekki að því að Guð var þreyttur, heldur frekar að Guð vildi hafa vinskap og vináttu og eyða tíma með fólki, með sköpun sinni. 2. Mósebók, 20. kaflanum, það sem að boðunin 10 eru, það er athyglisvert 8. versin það sem að Guð talaði hvíldardaginn, þar byrjar hann, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Það er eina boðið sem Guð segir, ekki gleyma, mundu eftir þessu. Og ef við munum, að við tölum áður hér á þessu námskeiðum, eða þessu fyrirlestrum,
Guð er Guð af því hann veit hvað framtíðin ber í skauti sér. Og ef að Guð veit hvað framtíðin ber í skauti sér og segir við okkur ekki gleyma, það hlýtur að vera af því hann veit að einhverju mun reyna að breyta en hann breytir ekki. Hann að leggja áherslu, strika undir og setja í stórt letur, ekki gleyma þessu. Því hann veit hvað mun gerast. Athyglisvert, eina boðorðið sem kristnir menn vilja breyta er það eina boðorð sem Guð sagði, ekki gleyma. Ætti ekki bjöllurnar að hringja svolítið hátt, ding, 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 vakna, takið eftir þessu. Og prestar þjóðarinnar, þeir loka augunum og segja, ó Guð, leyfir okkur að breyta þessu. Hvar segir það? Hvaða rétt hafa þeir á að breyta þessu? Þetta er mál sem skiptir miklu ef Guð er til. Ef hann er ekki til, þá erum við bara að leika okkur með eitthvað sem skiptir engu máli. Þá er engin ástæða að láta börn líða fyrir einelti eða óþægindi fyrir fullorðna. Svo það skiptir máli að vita hvað snýst þetta. Margir hafa sagt, hvíldardagurinn í Gamla testamenti, ekki Nýja testamenti. Við farum í Hebreubréfið 4. kafla. Athyglisverður texti sem er skrifað þar. 9. versið. 10. versið. Enn stendur þá til boða sabbatshvíld fyrir líð Guðs. Því að sá sem gengur inn til hvíldar hans fær hvíld frá verkum sínum eins og Guð hvíldist eftir verk sín. Enn í dag, árum eftir upprisu Krists, árum eftir dauða upprisu uppstigningu Krists, þá segir höfundur í Biblíuna hér í Hebreubréfinu, það er ennþá til staðar hvíldardags-hvíld, sabbatshvíld fyrir fólk Guðs. Það var engu breytt. Og ef þið munið, við tölum hér áður, 9. kaflinn talar arfleiðsluskrá. Kristur hafði skilið eftir erfðaskrá. Það var engu breytt þar. Ef að Kristur ætlaði sér að breyta, þá hefði hann ekki sagt í boðorðinu, ekki gleyma, og þá hefði hann sagt í erfðaskrá sinni eða látið postulana og lærisveina vita, ég mun breyta. En eftir dauða manns getur ekki breytt erfðaskrá hans. Og þessi sama bók segir, það er enn í dag til sabbatshvíld fyrir fólk Guðs. Mattheus 24, einn annar texti þetta. Mattheus 24, það er Jesús að svara lærisveinunum hvað muni gerast í framtíðinni. Hann vitnar þar til enda tímans og eins til eyðileggingar Jerúsalem. 20. versið í 24. kaflanum Mattheus að það segir hann, biðið að flótti yðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Af hverju? Af því hann vildi að við getum notið þess hvíldar, notið hátíðadags í hverju viku. Hvaða máli skiptir þetta? Hvaða máli skiptir það hvaða dag við höldum? Munið hvað við höfum talað hér. Það eru 2 morgunstjörnur í ritningunni. Morgunstjarna árborin og skínandi morgunstjarna. Kristur er skínandi morgunstjarna en árborna morgunstjarna sem var aðeins minni er sá sem gerðist að Satan og djöfli. Þessi árborna morgunstjarna vildi verða líkur Guði. Vildi taka stað Krists, hann vildi fara á þingfjall Guðs, hann vildi fá tilbeiðslu en fékk það ekki. Í staðinn þegar morgunstjörnurnar sungu saman í Jóbsbók 38. kaflanum, allir englarnir féllu fram til að tilbýða Krist, Guð. Þá þurfti morgunstjarnan hinn árborna að krjúpa niður líka og tilbýða því að hann var skapaður en vildi ekki tilbýða. Það er eitthvað að gerast hér og við höfum séð hvernig djöfullinn er lygari frá upphafi, manndrápari frá upphafi og Guð varar okkur við, gæti þess. Því það er einhver sem er að reyna að blekkja íslensku þjóðina. Það er einhver sem er að reyna að blekkja mannkynið.
Og Guð segir, ég veit framtíðina, þetta mun gerast. Og því miður eru margir sem segja, Guð veit ekki hvað hann er að tala um. Það er engin djöfull, það er engin Satan, það er engar blekkingar, að gera hvað sem við viljum. Við verðum að athuga hvað þessi bók segir, og verðum mjög vant. Meira þess að englarnir á himnum, Ópenubókin 19. kafla 10. vers, þar er Jóhannes, hann sér engil. Og engillinn er svo bjartur og skínandi að Jóhannes fellur niður til að tilbiðja engilinn. Og engillinn segir, Jóhannes, varastu þetta, ekki tilbiðja mig, bara tilbiðja Guð og engan annan. Englarnir á himnum taka ekki við tilbeiðslu. En djöfullinn vill ekkert meir en að vera tilbeðinn. Kom með mér í Matthíasar guðspjall, 4. kafla. Sjáu þar hvað hann biður um. Kristur hefur verið í eyðimörkinni 40 daga, 40 nætur. Og þegar hann er búinn að vera þar í 40 daga, þá kemur hann þar úr og djöfullinn tekur hann til að freista hans. Fyrst segir hann, ef þú ert svona Guðs, breyttu steini í brauð. Og aftur segir hann, ef þú ert sonur Guðs, kastar ofan á musturinu. En svo tekur hann Krist upp á hátt fjall. Þetta er í 8. versinu. Sýnir hann öll ríki heims, dýr þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbiður mig. Það var aðeins eitt sem djöfullinn vildi. Hann sagði að þú má gera allt, þú má eiga þarna heima ef þú vilt, ef þú gerir bara eitt. Ef þú fellur fram og tilbiður mig, þá skal ég gefa þér allan heiminn. Og Guð sagði, komdu þér burt. Jesús sagði, komdu þér burt, því að drottinn Guð einan áttu að tilbiðja. Við sjá djöfullinn, hann vill fá tilbeiðslu, en hann á það ekki skilið, því að hann er ekki Guð. Hann getur ekki skapað, hann veit ekki framtíðina og hann er vondur engill. Og hann lýgur upp á Guð allt það sem hann er. Og fólk í dag trúir því. Og það heldur að djöfullinn sé ekki til. Hann er ekki einhvers sem við þurfum að óttast, ef við þurfum bara að vita hvað hann er að gera. Svo við getum tilbeðið Jesúm Krist og tilbeðið Guð. Við förum í Daniels bók, 3. kaflan. Það er svolítið merkileg saga. Daniel hafði gefið Nebúkadnesar konungi drauminn sem hann hafði dreymt, sagt honum hvað það þýddi og sagt honum að eftir Babylon, eftir Nebúkadnesar kæmi annað ríki og annað ríki og annað ríki og sagt Nebúkadnesar, þú munt ekki vera konungur eilífur, þitt ríki mun ekki standað eilífur og Nebúkadnesar konungur var hrokafullur. Og hann sagði, ég er ekki sáttur við þennan draum. Ég ætla að sýna að mitt ríki verður alltaf til staðar. Og hann lét byggja til líkneski svipað á því sem hann sá í draumnum, nema það var allt úr gulli. Allt úr eitt ríki, alveg til enda. Og hann sagði, allt fólk, allir eiga að koma á Dúrasléttuna, Dúradalinn, og þar eiga að tilbiðja líkneskið og tilbiðja mig. Og þar voru 3 ungir menn sem þekktu Guð, þekktu Biblíu. Þeir voru þar og þegar tónlistin byrjaði, allir fjallu niður til að tilbiðja líkneskið, þeir stóðu teinréttir. Þeir hreyfðu sig ekki. Þeir vissu að þeir myndu vera fyrir einelti, þeir vissu að þeir gerð grín af þeim, þeir vissu að það var dauðadómur, en þeir stóðu teinréttir og konungurinn var ekki ánægður. En ég elska svar þeirra. Þessi 3 ungu menn. Í 3. kaflanum í Daniel, í 16. versi, þá segja þeir við Nebúkadnesar konung, við þurfum ekki að svara þér einu orði upp á þetta. Ef Guð vor sem við dýrkum vill frelsa oss, þá mun hann frelsa oss úr eldsofninum brennandi og af þinni hendi, konungur. En þótt hann gjöri það ekki, þá skal það samt vita, konungur, að við munum ekki dýrka þína Guði, né að tilbiðja Guð líkneski sem þú hefur látið reisa. Þeir segja, hör ekki, við þurfum ekki að svara þér, gerðu það sem þú vilt, en þú getur ekki snert okkur ef Guð
vill ekki leyfa þér að henda okkur í opnin. Er komið það sem verða vill? Gerðu grín á okkur, gerðu okkur atlægi, dæmdu okkur, henda okkur í opnin, hvað sem þú vilt, en við ætlum að standa teinréttir fyrir Guð. Og ég vildi óska að það væri Íslendingar, íslenskir þjóðkirkjuprestar, íslenskir menn, íslenskar konur sem myndu standa þannig fyrir Guð og segja ég ætla að tilbiðja Guð sama hvað það kostar. Konungurinn var virkilega reiður. Hann var svo reiður að hann lætur hita ofninn 7 sinnum. Hann svo heitur að hermennirnir sem taka þess 3 ungu menn, þeir deyja á því bara að nálgast ofninn og henda þeim inn í ofninn. Hitinn kæfir þá og þeir deyja. Menninir 3, Shadrach, Meshach, Abednego, þeir falla inn í eldinn og böndin sem héldu þeim brenna í sundur og þeir eru frjálsir og standa upp og eldurinn snertir þá ekki. Munið hvað við lásum hér áður? Guð er eyðandi eldur. Hann er meir en eldurinn. Bölvunin í eldinum snertir ekki Guð eða Guðs fólk. Þegar Kristur tók bölvunina fyrir okkur á krossin og við erum frjáls. Og Shadrach, Meshach, Abednego, þeir fengu að smakka þetta. Þeim er kastað inn í eldin, böndin brenna að þeim, þeir eru frjálsir, þeir standa upp og einhver 4. maður stendur með þeim og gengur með þeim inni í eldinum. Og Nebúkadnesar kannast við, hann hafði séð hann í draumnum, Jesú, drottinn, Guð. Og hann segir við ráðgjafa sína, kostuðu ekki 3 inn, akkur er 4. maður þar og hann lítur út eins og Guð. Og hann segir drengjónum 3 að koma út. Og það er ekki einu sinni brunalykt af þeim. Eldurinn snerti þá ekki. Og þeirra reynsla er dæmi þá sem kjósa Guð og hvernig þeir munu standast í lok tímans þegar syndin brennur upp vegna návistar Guðs. Guð er eyðandi eldur en fólk Guð sem taka við Jesú Kristi og leyfa honum að klæða þá, hreinsa þá, þeir geta staðið í hvaða eldi sem er, teinréttir, frjálsir, í návist Guðs, óhræddir. Langar að fara með okkur í aðra sögu. 1. Mósebók aftur, 4. kafla. Þetta er saga sem oft er ekki litið á í sambandi við tilbeiðslu, en samt er hún svo þýðingamikil og ég held að hún gefur okkur svar við spurningunni hvaða máli skiptir það hvernig við tilbyðum eða hvernig við tilbyðum. 4. kaflinn er sagan Kain og Abel. Adam og Eva áttu þar 2 drengi. Nú fæddi hann að barnið hans Abel og segir Abel var hjarðmaður en Kain jarðyrkjumaður og framliðu stundir færði Kain drottni fórn af ávexti jarðarinnar en Abel færði einnig fórn af frumburðum jarðar sinnar og af feiti þeirra. Og drottni leit með velþóknun til Abels og fórnar hans en til Kains og fórnar hans leit hann ekki með velþóknun. Þá reiddist Kain ákaflega og var niðurlútur. Leið og syndin kom í heiminn, þá hafði Guð farið að leita að Adam og Evu. Hann gekk með þau úr garðinum, tók lamb, slátraði því og sagði 1 dag mun barn fæðast sem mun deyja í ykkar stað. Og lambið frá byrjun var tákn Jesú Krist, lamb heimsins. Og þegar Abel fórnaði lambi, þá var hann að sýna hann treysti á lambið, loforðið sem mundi koma. Þegar Kain tók ávexti jarðarinnar, epli, appelsínur, melónur, kartöflur, gulrætur, hvað sem hann var með. Hann var ekki að sýna trú á Krist. Það var eitthvað annað. Það var annars konar tilbeiðsla sem fyrir honum var þægileg. Hann vildi ekki þurfa að fara til bróður síns, yngri bróður síns og biðja lamb til að slátra og færa sem fórn. Það var þægilegt að taka sinni eigin
sinn eigin ávöxt og fórna því og gefa Guði það sem hann hafði. En Guð hafði sagt, það er lambið sem er tákn frelsarann. Það er lambið sem sýnir að þú mun treysta og trúa á mig. Þannig skaltu tilbiðja mig. En takk eftir hvað gerist. 6. versið. Þá mælti drottinn til Kains. Hví reiðist þú og hví ertu niðurlútur? Er því ekki þannig farið, ef þú gjörir rétt, þá getur þú verið upplitsdjarfur, en ef þú gjörir ekki rétt, þá leikur syndin við dyrnar og hefur hug á þér, en þú átt að drottna yfir henni. Það sem Guð er að segja er Kain. Gerðu þig grein fyrir því að syndin bankar á dyr þínar og vill taka yfir þig. Og ef þú tilbyður rangt, þá mun syndin taka yfir og þú mun gjöra hluti sem þú mun sjá eftir. Og í raun og veru Guð að segja, ef þú ekki tilbyður mig í anda og sannleika, þá get ég ekki verndað þig frá freistingum og valdi hins illa. Guð er að segja við hann, það er þýðingarmikið. Þú þarft að tilbiðja mig og sýna að þú treystir mér, hefur hollausu til mín, og ef þú kýst að gera það ekki, þá get ég ekki verndað þig. Þá ertu ekki mín. Þá tilheyrir ekki mér. Þetta er þess að fólk gerir sig ekki grein fyrir því. Ef að þú tilbyður á annan hátt, samkvæmt þínum eigin vilja, þá ertu að segja, ég trú ekki því sem Guð segir, það skiptir ekki mála sem Guð segir, ég ætla að gera mitt. Hvað heldur myndi gerast ef að ég færi niður á Alþingi og setti franskan fána eða Ísrael fánan, eða ég tala ekki ISIS fánan upp yfir Alþingishúsið? Það var landráð. Samt er þetta bara tuskur, litur mismunandi. Þetta er efni sem hægt er að kaupa ódýrt, sauma saman, búa til. En íslenski fáninn táknar og stendur fyrir því sem við erum sem íslensk þjóð. Hvíldardagurinn var gefinn okkur af Guði við sköpun til að sýna að við tilheyrum honum, við treystum honum, og Guð sagði ekki gleyma því að það er einhver annar sem vill fá tilbeiðslu. Og ef að þú tekur upp fána hans eða einhvern annan fána eða einhvern annan dag til tilbeiðslu, þá sýnir að þú tilheyrir ekki mér og ég get ekki verndað þig, ég get ekki gætt þín frá illum vættum. Tilbeiðsla á Guði skiptir miklu máli. Því að tilbiðja Guð, þá getur hann verndað þig frá vættum þessa heims, myrkra höfðingja þessa heims. Kom með mér í Efesusbréfið, 6. kafla. Efesusbréfið, 6. kaflinn. Við ætlum að byrja að lesa hér í 10. versi. Að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans. Gærkvöldi töluðum það hvernig margir hafa á sér yfirskyn guðhræðslunnar en afneita krafti Guðs. Hérna segir Páll, að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans. Hvernig? Hann segir, klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélarbrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn á holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveri vonskonar í himingeimnum. Takið þess vegna alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöðu á hana vonda degi og haldi velli þegar þér hafi sigrað allt. Raunveruleikinn er sá að morgunstjörnurnar tvær, önnur er skínandi morgunstjarna Jesús Kristur, drottinn Guð. Hinn er morgunstjarna sem féll, sonur morgunróðans, sem er ekki lengur engill Guðs, heldur gerðist að djöfli hann hafnaði Guði, hann hafnaði miskunnum Guðs.
tók með sér þriðjung England til þessara jarðar, tók yfir þessa jörð, reyndi að selja þessa jörð til Krists aftur fyrir tilbeiðslu. Og hann vill ekkert meir en að fá tilbeiðslu. Og ef þú lítir í Åpenbarunarbókina, þá segir þar í kjarna bókarna í 14. kaflanum, tilbiðið skapara himins og jarðar. Alveg eins og sagði í 4. boðorðinu, ekki gleyma tilbiða skaparann. Á sama hátt segir í Åpenbarunarbókinni, tilbiðið skaparann. Og í kaflanum þar á undan, 13. kaflanum, það er okkur sagt að djöfullinn, Satan, drekinn mikli, muni gera allt sem hann getur til að fá þig, fá Íslendinga, að fá heimsbyggðina, til að tilbiðja sig fyrir kraft stjórnmálamanna og fyrir kraft kirkjumanna. Og ef þú ætlar að fylgja meirihlutanum, af því það er þægilegt, að þá er mikil hætta á því að Guð varar við og segir, það er mikil hætta á því að þú munir enda með því að tilbiðja vættirnar sem eru vondar, í stað þess að tilbiðja Guð skaparann sem er miskunnsamur og góður. Svo hvaða máli skiptir það? Gera það sem þú vilt. Guð segir ekki gleyma, því að eina leiðin sem Guð getur verndað þig frá hinu illa er að þú standir stöðugur í trúnni af því sem Biblían kennir, í krafti Guðs. Á degi hans, það sem hvíldardagurinn er eins og jól í hverri viku án reikningana, dagur hamingju og gleði, dagur fjölskyldunar, dagur tilbeiðslu, dagur Guðs. Þegar þú lítur á þjóðfélagið í dag, kapphlaupið, lífsgæða kapphlaupið, fólk er á þeysingi í allar áttir. Guð hefur gefið okkur dag til að hvílast frá kapphlaupinu, til að taka tíma með fjölskyldu okkar, ástvinum okkar, til þess að njóta þess að vera til, tíma til þess að fara út í náttúruna og njóta þess sem að Guð hefur skapað til þess að við mættum hafa unun af, tíma til þess að fara í Guðs hús, hlusta orð hans, þess að lesa orð hans. Hann hefur gefið okkur leið til þess að tilbiðja hann svo að við mættum vera stöðug og sterk, til þess að við mættum standa sjálfstæð með honum frjáls. Það er enginn að neyða okkur að tilbiðja Guð. Guð segir hins vegar, mundu, ekki gleyma, ég minni þig á, því að það eru vondar vættir sem vilja blekkja þig og láta að halda að það sé betra að gera eitthvað öðruvísi. Hvað sem þú vilt. En Guð segir nei, það er ein leið. Það er ein leið. Flettu með mér í Jónas og Guðspjall, 14. kaflan, 20. og 7. versið. Kristur segir, frið læti yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjartið að skelfist ekki né hræðist. Minn frið gef ég yður. Guð vill ekkert meir en að gefa þér frið. Að njóta hátíðar, að njóta lífsins, að njóta návistar hans, að kalla hvíldardaginn feginsdag, drottinsdag. Þar sem við getum lifað lífinu til hins fullnustu. Og það er einungis við meðtökum hvíldardag Guðs og verndum hann og tilbiðjum Guð eins og Guð segir, að hann getur verndað okkur. Og svo spurningin í dag er mjög einföld. Ertu tilbúinn að helga þig Guði og segja, ég ætla að tilbiðja Guð. Ég ætla að njóta hvíldardagsins. Ég ætla að muna það sem Guð bað okkur að muna. Og ég vildi óska þess að prestar kirkjunar, kennimenn kirkjunar, leiðtogar þessa lands,
Mundu taka ákvörðun og standa stöðugir með því sem er rétt. Að tilbiðja Guð svo að þeir mættu njóta verndar frá vættum. Svo að þeir mættu segja þjóðinni, Íslendingum, hvernig þeir geta notið verndar frá vættum. Hvernig þeir geta notið vináttu við Guð. Hvernig við sem þjóð getum notið þess að vera virkilega kristin og Guðs þjóð. En það er líka áskorun til þín sem hlustanda. Það er þess virði. Það er allt í lagi þó að sé óþægindi í lífinu. Þó aðrir gerir grín að þér, þó aðrir spurði þig hvað ert að gera. Þó getur ekki alltaf tekið þátt í öllu öðru, heldur notið þess sem Guð hefur gefið þér og tilbeðið hann. Það er betra að tilbiðja Guð ævi ár þín og njóta eilífðar, heldur en að fara það sem auðvelt er og missa eilífðinni. Svo hvers vegna, hvaða máli skiptir það? Vegna þess að það er óvinur Guðs sem vil ræna þig tilbeiðslu þinni. Og það er einungis þegar þú kýst að tilbiðja Guð að Guð getur verndað þig frá illum vættum þessa heims. Svo skiptir það máli? Algjörlega. Það er lífsspursmál. Og ég bið þig, ekki bíða lengur. Taktu hvíldardaginn sem þinn heilaga dag, sem þú varðveitir og elskar, og njóttu friðarins og frelsisins í Jesú Kristi. Við skulum biðja. Drottinn Guð, þú hefur varað okkur við að það er illa vættir sem hafa gert uppreisn gegn þér, sem reyna að blekkja og ljúga og telja okkur trú að við getum gert hvað sem við viljum. En þú bendir okkur á að við þurfum að muna hvað þú hefur sagt. Við mögum ekki gleyma hvaða dagur er þinn dagur og að þú vilt gefa okkur frið, hamingju, gleði, að við mættum njóta lífsins í dag og eilífð. Mætti það vera reynsla okkar og mætti það verða reynsla þessara þjóðar, Íslendinga. Í Jesú nafni ég bið.